Lögmaður sakbornings sem grunaður aðild að manndrápi í Gufunesi segir að óttast sé öryggi hans. Maðurinn gaf skýrslu fyrir dómara í dag. Lögreglan krefst áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum og 2 öðrum. Markaðir róuðust í dag eftir mikið hrun í gær vegna tollastefnu Bandaríkjanna. Forsætisráðherra segir engin áform hér á landi að ráðast í hefndartolla gegn Bandaríkjunum. Atvinnuvegaráðherra boðar frumvarp samruna kjötafurðastöðva og segir frumvarp að afnema samkeppnis undanþágur fyrri ríkisstjórnar ekki afturvirkt. Bændur á Austurlandi telja samruna og hagræðingu nauðsynlega. 3 daga heimsókn forseta Íslands til Noregs hófst í dag. 3 kynslóðir norsku konungsfjölskyldunar tóku á móti forsetahjónunum. Rafrænn teljari á að auðvelda Akureyrarbæ að fylgjast með nagladekkjanotkun. Markmiðið er að sporna við notkun þeirra sem hefur aukist þar síðustu ár. Komiði sæl. Verjandi sakbornings sem grunaður aðild að manndrápi í Gufunesi segir að óttast sé öryggi mannsins. Hann var úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald í dag. Lögreglan á Suðurlandi fór í dag fram á áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir 3 karlmönnum sem grunaðir eru í tengslum við rannsókn á manndrápi, frelsissviptingu og fjárkúgun í byrjun mars. Þegar maður á 70-aldi fannst þungt haldinn í Gufunesi í Reykjavík. Hann lést skömmu eftir komu á sjúkrahús. Einn 3-menninganna gaf auk þess skýrslu fyrir dómi. Verjandi mannsins segir þetta lið í því að upplýsa málið. Það er svo sem bara eðlilegur þáttur í rannsókn málsins. Það var að leiða hann fyrir dómara og það tekin skýrsla fyrir dómara sem er stundum gert. Er þetta algengt að sakborningar séu leiddir svona fyrir dómi í svona málum þar sem er ekki komið á dómstig? Nei, það er ekki algengt en það er heimilt fyrir því í lögum og það er verið bara að upplýsa málið eins og hægt er. Maðurinn hefur verið í einangrun í rétthæpar 4 vikur. Lögregla fór ekki fram á hann sæti einangrun áfram, heldur aðeins að hann verði áfram í gæsluvarðhaldi. Þess vegna var hann látinn gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Minn skjólstæðingur er auðvitað ungur á árum og það er auðvitað ákveðin hræðsla í gangi varandi hans öryggi en ég get ekki tjáð mér neitt frekar það. Ég hef hingað til kært þessa gæsluvarðhaldsúrskurði hvað var það allan einangrun. Því þetta er auðvitað mjög íþyngjandi úrræði fyrir unga aðila að þurfa að sitja í einangrun í þetta langan tíma. Ég tel ekki grundvöll til þess að hafa umbjóðanda minn lengur í gæsluvarðhaldi. Aðild hans að málinu er takmörkuð að mínu mati. Dómari staðfesti gæsluvarðhaldi yfir manninum til 7. maí. Rannsókn málsins miðar vel að sögn lögreglunnar á Suðurlandi. Það stendur ekki til að ráðast í hefndartolla hér á landi vegna nýrra tolla Bandaríkjanna, segir forsætisráðherra. Ísland þurfi fyrst og fremst að gæta þess að lenda ekki í tollastríði annarra ríkja. Óhætt að segja að skollið sé á tollastríði í heiminum eftir að Bandaríkjaforseti kynnti víðtæka tolla á allan innflutning til Bandaríkjanna í síðustu viku og tóku fyrstu tollarnir gildi á laugardag. Þann dag tóku 10% tollar gildi á íslenskar vörur og í dag tóku gildi frekari tollar á vörur meðal annars frá löndum ESB og Kína. Forsætisráðherra segist þessa þróun mjög alvarlega enda byggi Ísland hagsæld sína á utanríkisviðskiptum. Við þurfum auðvitað að sjá hvað gerist núna í framhaldinu. Þetta er högg en þetta er hlutfallslega minna högg fyrir okkur en önnur lönd. Við getum verið svo sem ána með það hvað það varðar en þetta hefur áhrif á ákveðin fyrirtæki. En nú þurfum við bara að passa upp okkar hagsmuni. Við lendum ekki í tollastríði annarra ríkja og við lendum ekki í því að fá okkur aðrar hækkanir. Þannig að við þurfum bara aðeins að taka stöðuna. Fjölmörg ríki heims eru enn að ákveða hvernig bregðast eigi við. Mörg stöndug ríki eins og Kína ætla þó að svara í sömu mynt. Forsætisráðherra fundar í Brussel á morgun með fulltrúum Evrópusambandsins til að gæta hagsmuna Íslands. Hafið þið rætt í ríkisstjórninni einhvers konar hefndartolla? Nei, það höfum við ekki gert og það stendur ekki til að ráðast í hefndartolla hér. Við erum fyrst og fremst bara að eiga í virku samtali núna við okkar helstu viðskiptaaðila. Oddur, það var þungudagur á hlutabréfamörkuðum í gær, svo róaðist nú eitthvað í dag, ekki satt? Jú, það var svona
svona meiri róið mörkuðum allan heim í dag, var helst í Asíu sem var ennþá svona töluvert dramatískar hreyfingar og þar sem að markaðir náðu sér ekki alveg að fullu, þar sá svona heilbrigðismerki. En það er ennþá svona töluvert óvissa í kerfinu og hún fer auðvitað illa í fjárfesta og markaði almennt, þannig að við getum ennþá séð svona bæði upp og niður næstu daga. Nú Kínverjar hafa sett á þessa hefndartolla og Trump tók ekki vel í þetta tilboð ESB afnám tolla. Er óhætt að segja að það sé skollið á tollastríð? Já, það má svona ímynda sér að það er einhvern veginn svona sem á tollastríð hefjast. Trump segir við Kínverja ef að þið afnemið ekki ykkar hefndartolla, þá bætum við í okkar tolla því sem nemur 50%. Trump segir síðan tilboð ESB 0 fyrir 0 tolla, það er að segja afnám tolla á valdar vörur, það sé bara ekki nógu gott og það má þá gera ráð fyrir að ESB setji á hefndartolla á móti, þannig að þetta er ekki að þokast í jákvæða átt og hagfræðingar hafa löngum sagt að tollastríð, að þau gagnist engum, þau eru engum til hagsbóta og það er einmitt það sem að Simon Johnson sagði á sunnudag, hann vann til Nóbelsverðlauna í hagfræði í fyrra og hann var í sjónvarpsviðtali í sænska þættinum Agenda á sunnudagskvöld og var þar spurður meðal annars út í það hvort að ætlunarverk Trumps muni nást með þessum tollum sem að færa störf aftur til Bandaríkjanna. Skulum heyra hvað hann sagði. No. Did the Great Depression bring back jobs to the United States? Did the great financial crisis of 2008 bring back jobs to the United States? Of course not. No, this is an insane policy which is being justified in a completely ridiculous manner, and the damage it will do to American jobs, employment, incomes will be enormous. Donald Trump segir að vilji alþjóðleg fyrirtæki komast undan tollum verði þau að stofna til starfsemi innan Bandaríkjanna. Sænski bílaframleiðandinn Volvo er á meðal þeirra sem skoða það. Johnson var spurður hvort það myndi ekki einmitt skapa störf í Bandaríkjunum. Það getur vel verið, segir hann, en hann telur störfin sem tapist á móti mun fleiri. This will go down in history as an administration that has become and has made it clear now that it is one of the most hostile to business administrations in the history of the United States. Hrun á hlutabréfamörkuðum í gær og síðustu daga sýnir glögglega hve mikil áhrif tollastefna Bandaríkjanna getur haft á alþjóðaviðskipti. Johnson segir aðgerðirnar leggjast þyngst á tekjuminni Bandaríkjamenn sem séu ekki byrjaðir að finna fyrir áhrifum á heimilisbókhaldi strax, en þau áhrif séu þó handan við hornið. This has the potential to be a shock on the same scale as COVID or the great financial crisis of 2008 or the terrorist attacks of 2001. The difference is this shock is caused by the government. Deliberate government action, willful government action is bringing a potential disaster to the American economy and, I'm afraid to say, to the world. Á meðan fólk getur aðeins gefið börnum sínum eina máltíð á dag matur sem býður við landamæri Gaza að mygla. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir flóðgáttir hryllings galopnar að nýju. يعني بالعافية بندبر للأولاد الصغار لقمة العيش إنه يأكلوا بس مرة واحدة في اليوم لا غير وبنيمهم بدري من قلة الأكل. أنا ويا أولادي والناس بنتغدى وبنتعشاش ومرة بنتعشى وبنتغداش. Flest reiða sig alfarið á neyðaraðstoð enda enga vinnu að fá og nánast allir íbúar á flótta. Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés. Macron fór að landamærum Gaza eftir fund með forseta Egyptalands í dag. Eftir samtöl við mannúðarsamtök ræddi hann við fjölmiðla. Et qui pour certains d'ailleurs vont être périmés malheureusement dans les jours qui viennent. Ils ont été refusés parce que les boîtes sont en fer. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé. As aid has dried up, the floodgates of horror have reopened. Vopnahlið hafi sýnt og sannað að mannúðarsamtök geti linað þjáningar Gazabúa. Obstacles were removed, looting ended, and we were able to deliver life-saving supplies to virtually every part of the Gaza Strip. Ísraelsk stjórnvöld hleypa engri neyðaraðstoð í gegn og á meðan halda árásir Ísraelshers áfram að fullum þunga.
شهدت وبنت اتصابت والله رايحين يجيبوا أكل. قلت لها ماما تروحيش والله قلت لها ماما تروحيش بيحبوا الصغار يروح. The world may be running out of words to describe the situation in Gaza, but we will never run away from the truth. The current path is a dead end, totally intolerable in the eyes of international law and history. Atvinnuvegaráðherra segir að frumvarp að afnema samráðsheimild afurðastöðva sé ekki afturvirkt. Ráðherra fundaði með bændum á Austurlandi í dag. Ný ríkisstjórn ætlar að stokka upp styrkjakerfi landbúnaðar þegar búvörusamningar renna út og á fundinum brann eðlilega margt á bændum. Þeir hafa gagnrýnt að kerfið sé ósveigjanlegt og flókið. Það miðist of mikið við hvað bændurnir framleiða og magnið sem þeir skila, en einnig þyrfti að huga að býlistuðningi. Við erum með kerfi sem hefur verið meira eða minna óbreytt við lýði núna í 40 ár og á sama tíma erum við að sjá mikla breytingar. Það eru samfélagsbreytingar, meðal annars breytingar í neyslumunstri fólks og við vitum líka að núgildandi samningar hafa ekki endilega reynst sem skyldi þegar kemur að kynslóðaskiptum og nýliðun. Þannig að þetta eru allt þættir sem við ætlum að taka inn í myndina eðlilega við mótun á nýju stuðningskerfi. Mál málanna var samruni afurðastöðva og kaup KS á kjarnafæði norðlenska. Fyrir ríkisstjórn samþykkti undanþágulög sem heimiluðu sameiningu til að ná fram hagræðingu og fækkun sláturhúsa. Bændur telja að kostnaðarlækkunin myndi gagnast bæði þeim og neytendum. Það ekki samkeppni hérna innanlands á milli fátækra afurðastöðva. Samkeppnin við innflutt matvæli. Ráðherra svaraði því til að frumvarp hennar brottfall undanþágulaga yrði ekki afturvirkt og það myndi ekki stöðva samrunan. Það ráðist hins vegar fyrir Hæstarétti líklega í næsta mánuði hvort hann standi. Ég mun síðan leggja fram í haust mál sem að miðar að því að leyfa samruna, eðlilegan samruna, án þess að kippa þessu mikilvæga eftirliti samkeppniseftirlitsins úr sambandi. Uppfærður fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Úkraínu var undirritaður í Kænugarði í dag. Logi Einarsson, menningar- og nýsköpunarráðherra undirritaði samninginn fyrir hönd Íslands. Samningurinn felur meðal annars í sér bættan markaðsaðgang fyrir úkraínskar landbúnaðarvörur og skýrari reglur vernd hugverka og rafræn viðskipti. Halla Tómasdóttir forseti Íslands komin til Noregs í 3 daga heimsókn. Þetta önnur ríkisheimsókn Höllu frá því hún tók við embætti forseta Íslands. Það óhætt að segja að forsetahjónin hafi fengið konunglegar móttökur í Ósló. 3 konunglegar kynslóðir heilsuðu Höllu Tómasdóttur og eiginmanni hennar við konungshöllina í morgun. Þetta fyrsta ríkisheimsóknin sem Ingiríður Alexandra prinsessa tekur þátt í. Sögulegt augnablik, segir norski ríkismiðillinn. Forsetahjónin færðu gestgjöfunum gjafir, meðal annars teppi úr íslenskri ull og lopavellinga. Eftir móttökuna hélt forsetinn til Akerhúsvirkis. Þar tók á móti henni Hákon krónprins og Mette-Marit krónprinsessa. Halla lagði blómkrans frá íslensku þjóðinni að minnismerki norðmenn sem fjallu í síðari heimsstyrjöldinni. Heimsóknin stendur yfir í 3 daga. Á morgun fundar forsetinn meðal annars með Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra. Viðskipta sendinefnd á vegum Íslandsstofu 40 fulltrúar íslenskra fyrirtækja með í för. Nefndin tekur þátt í hlutadagskrár með konungi og forseta, ásamt fulltrúum úr norsku viðskiptalífi. Nú undir kvöld hófst gala kvöldverður í konungshöllinni í boði konungshjónana. La oss utbringe en skål for våre gjester og for de dype, sterke båndene mellom Island og Norge. Skål. Meðalverð á páskaeggjum hækkar 5 til 27% á milli ára samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ. Eggin eru ódýrust en þau eru dýrust hjá Iceland eða 48% dýrari. Sé miðað við kílóverð eru páskaeggin frá Freyju þau dýrustu í ár. Framkvæmdastjóri Freyju segir að hækkunin sé tilkomin vegna hækkandi heimsmarkaðsverðs á kakó. Við erum að hækka mest af öllum en hefðum í rauninni þurft að hækka töluvert meira.
Þannig að það má eiginlega segja að við séum að í rauninni svona halda í við hækkanir milli ára. Við vorum líka með hóflegar verðhækkanir í fyrra, þannig að það kann líka mögulega hafa áhrif á árið í ár að við séum að hækka meira en aðrir. Freyja selur 400.000 páskaegg árlega. Pétur Tór segir að hvert páskaegg þarfnist mikillar handavinnu, en 15 til 30 manns vinna við páskaeggjagerð hverju sinni. Þannig að það í rauninni svona fyrst og fremst ástæðan fyrir því að eggin eru þetta hátt verðlögð og svona hærra kílóverð heldur en annað selgeti þar að segja, er af því að það er gríðarleg handavinna á bakvið hvert og eitt páskaegg. Akureyrarbær hefur tekið í notkun rafrænan búnað sem telur fjölda bíla á nagladekkjum. Nagladekkjanotkun í bænum fyrir vaxandi og sviðsstjóri umhverfissviðs segir að því verði að linna. Búnaðurinn virkar þannig að við tökum mynd af bílunum sem er að koma frá norðri eða suðri og þess myndavélarnar senda síðan boð í teljarann og það er hljóðið sem teljarinn nemur. Hingað til hefur hlutfall bíla á nagladekkjum og Akureyri einfaldlega verið metið með því að hlusta og horfa. Rafræni teljarinn er tilraunaverkefni og á að auðvelda bæjaryfirvöldum að fylgjast með nagladekkjanotkun. Og í vonandi getum við bæði fylgst með þessu þá yfir lengra tímabil, þetta er bara uppi allt árið og þannig að við fáum bara nákvæmari upplýsingar líka. Það var talsverður áróður gegn nagladekkjanotkun fyrir 20 árum og það sést vel á grænu línuna á þessari mynd. Notkunin tekur svo kipp áratuginn þar á eftir og enn eykst notkunin miðað við nýjustu tölur. 10 ára samantekt sýnir að Akureyringar setja bílana sína hálfum mánuði fyrr á nagladekk en á árum áður og talning núna í mars leiddi í ljós að 85% af bílunum er á nagladekkjum. Og Guðríður segir þessar tölur vonbrigði. Þannig að ég held að við þurfum að gera betur í því að vera með svolítið meiri áráður í að hvað áhrif þetta hefur á bæði lýðheilsu okkar, Akureyringa, og síðan bara kostnað fyrir okkur við að reka gatnakerfið. Og það kemur kippur í dekkjaskiptin þegar hitinn fer í 10 til 15 stig. Það er búið að vera flott hjá okkur núna. Mánudaginn, fullbókaður dagur, fullbókaður dagur og framöndan er bara gott. Þannig að þetta verðist aðeins í stöku fólki. En hann segir þetta í fyrra fallinu og páskarnir séu gjarnan tími dekkjaskiptana. Guðríður vill færa þetta enn framar. Þannig að það verður gott ef við gætum komið því við að fólk færi að taka það svolítið fyrir undan, það myndi muna hverja vikuna. Það verður líf og fjör í borginni næstu daga en barnamenningarhátíð var sett í dag. Hátíðarsýning Listdansskólans stendur yfir í Hörpu og þar er Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður. Já, Eva Björk, hvernig fer hátíðin af stað? Þetta fer ljómandi vel af stað. Það er svona farið að síga á seinni hlutan á danssýningunni hérna. En ég er búin að sjá ótrúleg tilþrif hjá dönsurum allt niður í 7 ára. Hildur Ólafsdóttir, hún er einn af skipuleggjendum sýningarinnar. Hildur, já, við erum eiginlega truflað í miðju verki, en hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið alveg svakalega vel og þetta er bara ótrúlega skemmtilegt að sjá svona marga í húsi, dansa og bara fjölbreytt verið að tala um mig núna, fjölbreytt verk á sviði og bara ótrúlega skemmtilegt. Og það eru kannski svona búningarnir þeir endurspegla svolítið fjölbreytileikann í atriðinu? Já, svo sannarlega. Við erum nefnilega með klassískan ballett, við erum með jazz og akrobat og nútíma dans, þannig að já, vissulega eru búningarnir fjölbreyttir, það er búið að syngja og bara alls konar. Mjög skemmtilegt. Sko, yngstu dansararnir eru ekki gamlir, 7 ára. Hvernig er fyrir 7 ára dansara að stíga á svið í Eldborg? Þetta er alveg magnað, sko. Þetta náttúrulega gerist ekkit betra, en þetta er líka góð æfing og þau venjast og það samt alltaf gott að fá smá fiðrildi í magann og svona, en svo er þetta líka bara, þetta er svo skemmtilegt. Og þú veist, 7 upp í 20 ára og bara, já. En það er líka nóg annað framundan, væntanlega ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi? Já, svo sannarlega. Við erum í Félagi íslenskra listdansara, skipuleggjum þessa sýningu, hátíðasýningu, en svo er náttúrulega bara út vikuna og helgina á söfnum, fjölskylduhúsdýragarðinum, í sundlaugum, bara alla borg. Þannig að það er mjög fjölbreytt dagskrá, þannig að ég bara hvet fólk til þess að kíkja á heimasíðu hátíðarinnar og fara með börnin, fjölskylduna alla að sjá eitthvað. Það finna allir eitthvað fyrir sig. Takk fyrir það, Hildur. Ég ætla að hleypa þér aftur í þitt verkefni. Já, það er hægt að nálgast dagskrá barnamenningarhátíðar á vef Reykjavíkurborgar, en við kveðjum héðan úr Hörpunni.
Takk fyrir það, Eva Björk Benediktsdóttir í Hörpunni, þarna kennir ýmis að grasa, en Bergsteinn, hvað ætlar þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að halda áfram að fjalla ferðaþjónustu á köldum svæðum, það er að segja á svæðum utan alfaraleiðar. Í síðasta viku þá fórum við á Raufarhöfn og í kvöld ætlum við að líta á Skagaströnd og Hauganes meðal annars og í framhaldinu spjalla við Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóra og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar tækifæri á þessu svæðum en líka áskorunir af því að þetta er engin dans á rósum oft. Og í framhaldinu þá ætlum við að tala rýna í rannsókn við Háskóla Íslands sem við verðum að kanna hversu mikil mengun er í okkur Íslendingum. Þetta er mjög spennandi allt saman. Takk fyrir þetta Bergsteinn, en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann segir að loftþrýstingur hafi verið í hærra lagi að undanförnum og veður nokkuð þurrt og milt af þeim sökum. Nú hæðarsvæðið austur af landinu er smám saman að fjarlægast og úrkoma því eiga greiðari leið að landinu og munum við verða þess sérstaklega vör á sunnan og vestanverðu landinu. Áfram verði þó nokkuð milt næstu sólarhringa en það kólni þegar hallar að helginni. En þessu næst ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Karolína Lea Vilhjálmsdóttir skoraði þrennu og var allt í öllu hjá íslenska kvennalandsliðinu í fótbolta sem tók á móti Sviss í þjóðadeild Evrópu í dag. Varnarleikur Íslands hefur þó oft verið þéttari en í leiknum. Og kvennalandsliðið handbolta mætir Ísrael annað kvöld í umspilum laust sæti á HM. Landsliðsþjálfari Íslands segir alla í kringum íslenska liðið hefðu valið sér annan mótherja. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þessu næst ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Lögmaður sakborning sem er grunaður aðild að manndrápi í Gufunesi segir að óttast sé öryggi hans. Maðurinn gaf skýrslu fyrir dómara í dag. Lögreglan krefst áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum og 2 öðrum. Markaðir róuðust í dag eftir mikið hrun í gær vegna tollastefnu Bandaríkjanna. Forsætisráðherra segir engin áform hér á landi að ráðast í hefndartolla gegn Bandaríkjunum. Atvinnuvegaráðherra boðar frumvarp samruna kjötafurðastöðva og segir frumvarp að afnema samkeppnisundanþágur fyrri ríkisstjórnar ekki afturvirkt. Bændur á Austurlandi telja samruna og hagræðingu nauðsynlega. 3 daga heimsókn forseta Íslands til Noregs hófst í dag. 3 kynslóðir norskur konungsfjölskyldunar tóku á móti forsetahjónunum. Rafrænn teljari á að auðvelda Akureyrarbæ að fylgjast með nagladekkjanotkun. Markmiðið er að sporna við notkun þeirra sem hefur aukist þar síðustu ár. Og nú þessum fréttatíma hánum að ljúka og það er komið að Theodór Freyr Hervarssyni með veðrið en á undan honum þá kemur Þorkell Gunnar hingað með íþróttafréttir og svo er komið að Kastljósi. En næstu fréttir er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Hemingway, 4 brúðkaup og jarðarför. Frönsk heimildamynd bandaríska rithöfunda